Jæja, þá það tilraun 7, hvarfvermi og lögmál Hess. Og þessi tilraun mjög svipuð tilraun 6, það að segja að við erum að nota sömu jöfnur. Hérna hins vegar erum við með 3 efnahvörf. Það var sem sagt í fyrsta lagi var það natríumhýdrósíð, fast efni, 2 grömm cirka, sem voru leyst upp í 100 millilítrum af vatni og við fylgdum sem sagt með hvernig hitastigið breyttist við það að natríumhýdrósíð breytist í natríum plús og OH mínus. Síðan í næsta hvarf 2, sem svona straumlínulagaðra heldur en hin, þar erum við með 2 lausnir, natríumhýdrósíð og saltsýru, sem að báðar hvorum sig var 1 mólar, 50 millilítrar af hvorri, og ég setja hérna 50 millilítrar af 1 mólar natríumhýdrósíð og 50 millilítrar af 1 mólar saltsýra, sem blandað saman og hitasstigsbreytingin hér kemur fram. Í þriðja lagi var það síðan cirka 2 grömm af natríumhýdrósíði aftur, en nú það leyst upp í saltsýru, sem var 100 millilítrar, 0,50 mólar, HCl. Þannig í öllum tilfellum erum við með 100 millilítra af lausn sem við erum að leysa eða natríumhýdrósíð að hvarfast í. Og það sem að tilraunin gengur út á það að þessi hvarfvermi hérna fyrir þessi 2 efnahvörf hér sé til samans hvarfvermið fyrir þriðja efnahvarfið sem við bæði mælum með þessari tilraun okkar og leggjum síðan saman þessa hér og vonumst til að gildi verði sömu. Þannig að maður þurfa eitthvað að staðfesta lögmál Hess. Nú, hérna eins og í tilraun 6, þá okkur gefnar hérna í þessu kössum sem að fylgja tilrauninni. Hérna blaðið sem að ég vann út frá og þá eru þessi kassar sem að fylgja, þar sem að í hérna T- og T-max og hérna erum við alltaf með upphafshitinn alltaf lægri heldur en lokahitinn. Þannig að hérna fyrir erum við með 17,86, nei þetta hvarf 3, byrjum hérna á 1, þá það 18,36 gráður Celsius upp í 22,92 gráður Celsius. 2 var þá 17,98 gráður Celsius í 24,52 og að lokum hér í þriðja lagi 17,86 gráður Celsius í 28,86 gráður Celsius. Nú hérna þarf svo að bara finna hvert þá delta T og það var þá T2 mínus T1, 22,92 mínus 18,36 sem gefur 4,56 gráður Celsius, 24,52 mínus 17,98 gefur 6,54 gráður Celsius, 28,86 mínus 17,86, já 28,89 þetta var eiginlega einu of flott. 28,89 mínus 17,86, það gefur 11,03 gráður Celsius hér. Og svo það massi lausnar og þá getum við gert ráð fyrir því. Við erum með 100 millilítra vatni og alveg svo áður þá gerum við ráð fyrir að eðlismassi allra lausna sé 1. Hérna erum við auðvitað með vatn en erum að leysa natríumhýdrósíð upp í því. Þannig að þetta ekkert alveg hreint vatn þessi lausn. Þannig að hérna myndum við vera með 100 pluss 2,05. Það óhætt að segja bara 102 grömm. Hérna það 50 pluss 50 millilítrar sem eru þá 50 pluss 50 grömm eða
100 grömm og að lokum hérna 101,95 grömm sem ég segja séu þá bara 2 grömm. Þannig að hérna erum við aftur með 102 grömm. Þetta er ekkert nákvæmari en það. Nú, þá er það að nota þessa hérna jöfnu að Q-laust er sama sem eðlisvarmi sinnum massi sinnum delta T og við notum hérna eðlisvarminu sama sem 4,18 grömm júl grömm gráður á Celsius. Þetta væri þá fyrir lausnina sjálfa. Þannig að hérna væri við með 4,18, ég ætla að gera einingar hér fyrst, sinnum massi sem er 102 grömm, sinnum hitastigsbreytingin 4,56 gráður á Celsius. Þannig að út úr þessu kemur 4,18 sinnum 102 sinnum 4,56 eða 1944 júl. Sem þýðir hérna þá þegar við förum hér yfir í að delta H er sama sem Q hvarf, sem varmi sem hvarfi gefur frá sér ef að lausnin fær þennan, deilt með mól og það er natriumhydróxíð hérna. Þannig er allan að geta sagt hérna að við séum þá með mínus 1944 júl. Það sé delta hvarf, það er öfugt við þetta hér. Næsta væri þá 4,18 sinnum 100 sinnum hitastigsbreytingin sem er 6,54. Þannig að 4,18 sinnum 100 sinnum 6,54. Það er 2734 júl. Og hérna getum við þá sagt upp á síðari tíma mínus 2734 júl. Deilt með mól af natriumhydróxíð. Og hérna í síðasta væri það 4,18 sinnum 102 sinnum 11,03. 4,18 sinnum 102 sinnum 11,03 og þetta væri 4703 júl eða mínus 4703 júl. Síðan myndi maður þá finna mólin fyrir natriumhydróxíð í öllum þessum tilfellum og athugið að hérna eru þið með 2,05 grömm og 1,95 grömm fyrir natriumhydróxíð. Hérna hins vegar erum við með hérna 50 millilítra af 1 mól af natriumhydróxíð. Þegar þið eru með grömm, þá notar maður bara massi er sama sem, mól er sama massi deilt með mólmassi og mólmassi natriumhydróxíð er einn af þessum fáu sem að ég man utan að því hann er 40,00 grömm á mól. Þetta náttúrulega á bæði við fyrst og þriðja. Fyrir annað þá notum við að mól er sama sem styrkur sinnum rúmmál. Þannig að hérna myndum við vera með í fyrsta 2,05 og þið eruð auðvitað að nota ykkar gildi sem að þið byggduðu, deilt með 40 grömm á mól. 2,05 deilt með 40 og það gefur 0,0513 mól. Hérna myndum við hins vegar vera með mól er sama sem styrkur sinnum rúmmál. Við erum með styrkin að hann er 1,0 mólar sinnum rúmmálið en það þarf vissulega að vera í lítrum til að fá út mól. Þetta væri 0,050 lítrar. Ég deili með 1000 í 50. Og þetta er þá bara einu sinni það, þannig að það myndi gefa okkur 0,050. Setjum hérna 1 auka 0 á þetta, þó það sé nú ekki innistæða fyrir því hér.
Og að lokum þá myndi ég taka 1,95 gramm deilt með 40,00 grömm á mól. 1,95 deilt með 40, 0,488 mól. Og þetta sem mólar sem að ég deili í þennan hvarf, eða sem sagt varmann sem að efnahvarfið gaf frá sér. Þannig að hérna það deilt með 0,0513 eða mínus 1944 joule deilt með 0,0513. Það sama sem mínus 37.895 joule á mól, sem einfaldlega, ef við gerum ráð fyrir því að við megum nota 3 marktakastafi sem hæpið, þá getum við allavega sagt þetta sé mínus 37,9 kilojúl á mól. Hérna myndum við deila með 0,05.000 mól. Þannig að þetta mínus 2734 deilt með 0,05 mínus 54.680 joule á mól, sem að væri þá mínus 54,7. Og að lokum væri það þá fyrir síðustu keysluna, þá deilum við með 0,488 mól, sem gefur mínus 4.703 deilt með 0,488 mínus 9.600 Já, þetta hérna náttúrulega örugglega ekki 0,488 heldur 0,0488. Svona upp á að það komi einhver almennileg tala út. 0,0. Það var sem sagt furðu lítið gildi. 0,0. Þá kemur þetta hérna. Mínus 4.703 deilt með 0,0488. Það sem sagt 96.373 joule á mól eða mínus 96,4 kilojúl á mól. Svona. Þannig að hérna þá komin þetta delta H fyrir þessi 3 fyrstu, eða öllu heldur þessi 3 efnahvörf. Þannig að samkvæmt þessu værum við að fá hérna mínus 37,9 kilojúl mól, hérna værum við með mínus 54,7 kilojúl á mól og hérna mínus, delta H3 sama sem mínus 96,4 kilojúl á mól. Þannig að þetta var í rauninni fyrsti liðurinn í spurningunum, var einfaldlega að fylla út í þessa töflu. Þá hérna sagt, sýnir fram á með efnajöfnum hvarfanna að delta H1 plus delta H2 sama sem delta H3. Nú það náttúrulega í rauninni, þetta eru efnajöfnurnar, delta H1, delta H2 og þetta til samans delta H3, af því að ef við leggjum saman, þá styttum við út í rauninni þetta móti þessu og þá koma niður natriumhydroxíð fastefni, HCl(Q) verður natriumklóríð og H2O. Þannig að hvörfin eru þess að samanlögð eiga að gefa þriðja hvarfið.
fyrir vikið ætti delta H1 pluss delta H2 að gefa okkur delta H3. Við erum alltaf búin að fá þetta hérna delta H3 gildi og núna vonast maður til að þetta hérna sé það sama. Þannig að það væri mínus 37,9 pluss mínus 54,7 og það sama sem 37,9 mínus 54,7 mínus 90 og 2,6 kilojúl á mól. Þannig að núna erum við að fara að bera saman gildi sem við fengum hérna út úr mælingunni og gildi sem við fáum í rauninni út úr hinum tveimur mælingunum og leggjum saman. Og ætlum að sjá hversu vel þetta ber saman. Þetta er náttúrulega augljóslega ekki sama gildi, en þetta er allavega 90 eitthvað hvort tveggja. Þá var það sem sagt í þriðja lagi hvernig samræmast niðurstöður tilraunarinnar lögmáli Hess, og ég myndi segja, þetta er nú örugglega eftir í hver svarar þessari spurningu, en ég myndi segja bara að þetta sé svona, hérna að samræmið sé sæmilegt. Þess að 96,4 versus 92,6 bara. Svona sæmilegt, þetta er ekkert sama gildi. Það er delta H1 pluss delta H2 er nokkur veginn sama og delta H3. Eitthvað í þessum dúr. Nú hversu stórt er frávikið? Það er þá, í þessu tilfelli, þá getum við notað jöfnu. Nú held ég að sé óhætt kannski bara taka út þessa töflu hérna. Halda bara eftir þessu neðsta. Segja hér að þá séum við með 4. Að það getur við sagt að prósent frávik að það sé sama sem, og þá myndi ég segja hérna reiknargildi mínus mælt gildi deilt með mælt gildi sinnum 100% sem að væri þá sama sem, og ég ætla að segja reiknaða gildið og það sé þá þetta hérna mínus 92,6 og svo myndi að vera mínus og mínus 96,4 að þetta væri þá mældagildið að nafninu til, auðvitað eru þau nú öll mæld en og deila svo með þeirri tölu hérna mínus 96,4 sinnum 100 og þetta gæfi 92,6 pluss 96,4 deilt með mínus 96,4 sama sem sinnum 100 að þetta væri frávikið er mínus 3,9%. Svo mér þykir bara nokkuð gott. Nú í 5. lagi þá spurt hvað veldur frávikinu. Nú erum við náttúrulega hér í efnafræðistofu MR og það er margt sem að við getum hérna sem sagt fyrir utan kannski mælitæki og annað. Þá getum við sagt þegar við erum hérna með þetta frauðplastglas og hitamæli ofan í og erum að skoða hitastigsbreytingar að það er náttúrulega alls ekki hægt að segja að þetta kerfi sé einangrað. Það er náttúrulega hitinn sem eða varmi sem losnar í efnahvarfinu fyrir að hita lausnina en það fer náttúrulega hluti á hennu líka út hér bara opið glasið.
Þannig að hérna kerfið er ekki einangrað. Segjum að það er ekki 100% einangrað. Einangrað. Það er náttúrulega opið og ofan. Nú í öðru lagi þá eru allar rúmmálsmælingar. Að þegar við erum að mæla í svona 100 millilítra mæliglas og 50 millilítra lausn og 100 millilítra lausn, að þetta er náttúrulega alltaf plús mínus eitthvað allavega hálfur millilítri, og þannig að rúmmálsmælingar mættu vera nákvæmari, ekki mjög nákvæmar segi ég. Auk þess erum við að gera þessa nálgun að eðlismassi lausnar og eðlisvarmi lausnar sé jafn og fyrir vatn. Þegar við erum sannarlega með eitthvað meira heldur en það. Nálgun að bara C og D séu sama og fyrir vatn. Sem sagt, eðlisvarmi og eðlismassi. Þannig að við erum náttúrulega að nota það. Þannig að svona í fljótu bragði þá myndi ég segja að þetta væri það svona mest áberandi skekkjuvaldarnir. Nú svo náttúrulega auðvitað eru kannski mælitækin ekki alveg 100% heldur. Nú að lokum í dæmi 6 þá er spurt hver hefði niðurstaðan orðið í efnahvarfi 1 en notuð hefði verið 8 gramma natríumhýdróxíð í stað 2 gramma og hvert hefði hvarfvermið orðið? Nú sem sagt delta H1. Nú það má kannski segja það að ef að við hefðum verið með við vorum með 2 gram hér. Ef við myndum hækka upp í 8 gram þá vissulega myndi varminn sem að hvarfið gefur frá sér, hann myndi aukast. Þannig að hann myndi verða 4 sinnum meiri. En hins vegar þegar maður er að fara hvarfverminn er náttúrulega varmi deilt með mól. Að mólin væru auðvitað 4 sinnum fleiri líka, þannig að við myndum deila með 4 sinnum fleiri mólum og fyrir mikið myndi delta H vera óbreytt. Þannig að ef ég geti skrifað fyrir spurningu 6. Hver hefði niðurstaðan orðið í efnahvarf 1 ef notuð hefði verið 8 gramma natríumhýdróxíð í stað 2? Við getum sagt þess að Q-hvarf myndi fjórfaldast. Sem sagt að þið verið með 2 gram upp í 8 gram. En delta H væri óbreytt. Þar sem við myndum í rauninni segja að delta H er sama sem Q deilt með N og það er náttúrulega ef við fjórföldum mólin, þá í rauninni erum við bara að segja margfalda með 4 og deila með 4. Sem það væri bara sem sagt það sama. Eða óbreytt. Já, þetta myndi þá vera úrvinnslan fyrir tilraun 7.